Í dag ætla ég að nýta flugu sem er eftirlíking af Caddis eins og svo margar aðrar flugur. Við ætlum að stefna á einhvað í líkindu við þessa hérna. Fullt að gerast í þessari flugu. Við erum með svamp hérna undir. Fesandeil-lappir sem er búið að hnýta hnúta á og svo dádýr í væng. Nú ég kom með krók í væsin sem er frá Arex og heitir Superdry eða F525. Ég sé hann hérna svona til að glöggva ykkur aðeins á þessu. Frábær krókur sem ég nota virkilega mikið. Nú ég ætla að byrja á því að setja smá grunn af þræði. Ég er með Classic Waxed frá Semperfli, brúnan. Og það sem er lykilatriði í þessari flugu er að við ætlum ekki að nota neitt voðalega mikið af króknum. Aðeins að fara hérna niður í beyguna, bara til að byggja smá base og svo upp aftur. Ástæðan fyrir við veljum þennan krók yfir höfuð er að bugurinn er mjög djúpur á honum eins og þið sjáið og nýtingin fer fram hérna ofan á leggnum. Þannig að þessi hérna gaur, hann hangir fyrir neðan vassfilmuna og ansi djúpt og flugan flýtur vonandi á yfirborðinu. Nú, fyrsta efni sem við nýtum, eða sem ég nýti, er svona svampur. Þetta fæst í flugubúlunni og í föndurverslunum líka. Þetta er svona þéttur svampur og það sem ég geri er að ég hita aðeins endan á honum með kveikjara og rúlla honum svona á milli fingrana og móta svona einhvers konar búk eða hvað skildi kalla. Byrja bara á því að setja nokkra vafninga og þegar ég er svona þokkalega sáttur þá klippi ég restina. Og til þess að þetta haldist nú þokkalega fast þá er ágætt að setja smá sapagabb og svo getum við farið vel yfir þetta með þræðinum. Ætti nú ekki að fara neitt. Lappirnar, þær eru úr fesandeil sem er búið að hnýta hnúta á og það er hægt að gera það sjálfur, eða sjálf. En betur fyrr, þá er hægt að kaupa þetta líka. Það er nóg til að æra óstöðu þannig að gera þetta sjálfur. Og Semperfli, ásamt öðrum mjög líklega, selur svona fesandeil sem er búið að hnýta fyrir mann og spara manni tíma og geðheilsu sem er alltaf gott. Nú það sem ég geri er að ég tek 2 til 3 fanir og legg hérna á hliðina. Set nokkra vafninga, lítur þetta svona út og geri það sama hinum megin. Skulum ekki hafa þetta of langt. Svona. Nú, glöggir vita og taka eftir að Caddisflugur eru sjaldan með einhverjar svona lappir aftan úr sér. En það sem þetta gerir er að þetta eykur svona aðeins við prófílinn á flugunni
og auðvitað hjálpar henni að fljóta líka vegna þess að það gefur henni svona smá jafnvægi á filmunni. Ok, næsta efni er mikið undraefni og heitir Snowshoe Rabbit. Þetta er eins og nafnið gefur til kynna af kanínu og þetta er af kanínu löppum eða fótum og það er virkilegt floti í þessu sem er alltaf gott í þurrflugur. Og að sjálfsögðu er þetta að nota hvaða fína brúna döbb sem þið hafið við hendina en ef þið hafið kostaði að nota þetta þá mæli ég með því. Hyljum aðeins svampinn og færum okkur síðan fram. Svona ég ætla að skilja eftir þennan part hérna. Leyfa honum að vera bara lausan við eitthvað efni í bili. Og vængurinn, hann er úr dádýri. Ég ætla að hafa hann brúnan. Það er engin sérstök ástæða fyrir því. Yfirleitt eru vængirnir á gattisflugum svona út í grátt. En þessi brúni kontrastar ofboðslega vel og hjálpa mér að sjá fluguna sem er alltaf gott þegar maður veiðir á þurrflugu. Og ég er búinn að klippa nokkur hár, setja í stokkarann. Kemur þetta svona út að það er ágætt að hafa í huga að það þarf ekki mikið af hárum. Oft vill maður taka þykkt punkt af hárum og svo lendir maður bara í alls konar vesenni þegar maður ætlar að nýta þetta inn. En lengdin er svona sirka jafn löng og búkurinn eða svampurinn sem við nýttum hérna inn á áðan. Setja ég einn lausan, annan á eftir, svo byrjaði ég að herða eins. Það er ágætt að reyna að miða átakið þannig að það fari beint niður en ekki til hliðar. Ef maður setur átakið til hliðana þá vill maður snúa vængnum og það er ekki það sem við viljum að gerist. Svona færum síðan þráðinn fyrir framann. Endahnútur, ég ætla að nota þetta halfhits tól hérna og láta það duga. Svona. Brúskinn hérna, við ætlum að losa okkur við hann þó hann sé glæsilegur. Aðeins betur. Snirtum að bara vel til. Ef það er einhver hár sem hafa runnið til hliðana þá er allt til að klippa þau bara burt. Svona. Áður en við lökkum, það er ágætt að taka kveikjara. Halda vel utan um vænginn. Og bara rétt bera hitann að hárunum. Ekki á mikið, við viljum ekki að kveikni í þessu. Það hefur gerst oftar en einu sinni.
Það sem hitinn gerir er að hann snýrtir hausinn að sjálfsögðu og hann hjálpar hárunum að leggjast aðeins niður. Þannig að þau verða ekki eins rosalega fleruð, sem er hræðilegt orð, en standa sem sagt ekki eins mikið upp í loftið og fá vænginn til þess að leggjast aðeins betur. Nú, hvað lökum við? Svona, og ef það er einhver hár sem er að trufla ykkur hérna undir, þá er allt til að snyrta, en mér sýnist þetta hafa gengið bara vonum framar hjá okkur. Kattis, virkilega einfaldur og ja, virkar vel. Klár og tilbúin í bóksið. Takk fyrir mig.